Jæja, þá fer síðari hálfleikur að hefjast hér á Þórsvelli og það skipting hjá Blikum, 2 skiptingar og inn á koma Hildur Sif Hauksdóttir og Aldís Kara Lúðvíksdóttir og Hildur Sif fer í hægri bakvörðinn í staðinn fyrir Fjólu Sjala, sýnist mér. Og já, Jóna Kristín Hauksdóttir, varnartengiliður, farin út af og nú á að blása til sóknar. Já, taka varnartengilið út af fyrir Aldísu Köru Lúðvíksdóttir. Aldís kom nú inn á í leiknum í síðustu umferð á Selfossi í síðustu viku og fékk sannkallað dauðafæri undir lok leiksins en tókst ekki að nýta það. En það Þór Káa sem hefur seinni hálfleikinn hérna en staðan í öðrum leikjum svo að Stjarnan yfir gegn Þrótti í hálfleik á útivelli 1-0 og Fylkir yfir gegn Aftureldingu sömuleiðis á útivelli 1-0. Selfoss yfir gegn KR í Vesturbænum 3-1 og IBVF út í Eyjum IBVF yfir gegn Val 1-0. En hér staðan 1-0 fyrir Þór Káa gegn Breiðabliki sem Breiðablik þarf sigur hér í kvöld til að gulltryggja, til að ganga frá baráttunum Íslandsmeistaratitilinn. 1 stig myndi nú fara býsna langt með að tryggja það. En ekki síst þar sem Stjarnan virðist ekki ætla að raða mörkunum inn á Þrótt, allavega ekki í fyrri hálfleik. Sjáum hvað setur, en hér það Blikarnir sem sækja á undanvindi í seinni hálfleik og ætla sér að blása til sóknar. Það alveg ljóst. Hér það Fanndís Friðriks, Fanndís með sendinguna inn í átt að Aldísi Köru en Þór Káa kemur boltanum út af og Fanndís með innkastið og Telma með skot og mark! Frábært skot hjá Telmu! Telma Hjaltalín Þrastadóttir hélt hún ætlaði að láta Aldísi Köru hafa boltann þarna fyrir utan teiginn en nei, hún ákvað bara að gera þetta sjálf og á annarri mínútu síðari hálfleiks eða 47. mínútu leiksins jafnar Telma Hjaltalín og þetta gerir kraftaverk fyrir Blikana. Það þurfi ekki að bíða lengi eftir markinu, jöfnunarmarkinu. Hver mínúta hefði geta orðið erfið þarna eða hefði orðið erfið en í staðinn það búin að jafna hér með þessu glæsilega skotu Telmu. 10. deildarmarkið hennar þetta 11. deildarmarkið hennar, ef ég man rétt. Og Telma Hjaltalín, þetta þetta var svo sannarlega mikilvægt mark hjá Telmu og skulum sjá hvort það ekki rétt munað hjá mér. Telma Hjaltalín kom með 10, þetta var 11. markið hennar. Hún skoraði 10. markið sitt gegn Selfossi í síðustu umferð og núna kom 11. markið. En Fanndís Friðriksdóttir markahæst í liðinu með 18 mörk og þarna nýtti Telma sér líka meðvindinn vel. Það var flott skot og skrúaði boltann alveg upp í markhornið eiginlega og Roxanne aðeins framalega í markinu átti ekki möguleika og þá það Fanndís keyri hérna á vörnina með skot og Roxanne
grimm Fanndís nær frákastinu sjálf og missir síðan boltan. Keila kemur hann að vinna tilbaka og með sendinguna fram og þetta getur orðið hættulegt en nei, það Guðrún Arnardóttir var þarna á undan Klöru Lindberg í boltan og komum tilbaka á Sonju Láru og það svolítið öðruvísi fyrir hana að sparka frá marki núna heldur en í fyrri hálfleik og hér það Rakel skiptir yfir á vinstri kantinn. Nei, sendingin fyrir aftan Hallberu og boltinn út af. Þannig að það eru norðanstelpur sem eiga innkastið. Það Gígja Valgerður. Nei, reyndar ekki Gígja Valgerður hérna aðeins framar. Þetta Sara Miller sem kastaði þarna. Og hér laglega gert hjá Aldísi Köru, nær að snúa en missir síðan boltan og þá Hallbera gefur ekkert eftir frekar en fyrir daginn og þetta var nú hendi á hana en ekkert dæmt Sara Miller en boltinn út af og Fanndís leggur af stað. Og þessi sending ætluð Telmu en einhver misskilningur á milli þeirra og sendingi líka fullföst. Nú það Roxanne sem þarf að sparka upp í vindinn. Hefur nú reyndar lægt svolítið. Það ekki jafn stífur vindur og var hér í upphæði leiks. Og Fanndís. Nær að snúa. Laglega gert hjá Fanndísi. Og hvert ætlar hún, leggur boltan hér yfir á Rakel og Rakel með skotið en vel framhjá. Rakel Hörndóttir, hún var að þekkja hverja þú og hvert strá hér á þessum velli. Alinn upp hérna. Fanndís á sína tengingar við Akureyri líka en hefur, ef ég man rétt, ekki búið hér. Bjó hún út í Eyjum og síðan á höfuðborgarsvæðinu en mamma hennar nú hérna frá Akureyri reyndar að Brekkunni og Káa manneskja þannig að hún þekkir nú ekki mikið til hérna út í þorpinu en hér það Fanndís. Fínn snúningur hjá henni og mun meira pláss sem hún fær núna og hvert ætlar hún eiginlega með boltan. Fín vörn, laglega gert hjá Lilji Rut sýnist mér að vera og Hallbera kom hérna seint inn í þetta og þetta á að vera spjald á Hallberu Gunnýju Gísladóttur. Hún kom hérna frekar seint og klunnalega inn í þetta, keyrði niður Gígju Valgerði Harðardóttur. Þetta spjald, öskrar einhver. Ég sammála reyndar, en það Þorvaldur Árnason sem ræður þessu. Gígja staðinn á fætur. En það alveg ljóst að Þorsteinn Halldórsson hefur ekki verið paránæður með sína stelpur í fyrri hálfleiknum. Fyrst hann gerði 2 breytingar á liði sínu hér í hálfleiknum. Hér koma norðanstelpur en vinna boltan og skotið í varnarmann og Sonju Lára heldur þessu inni. Það var Klara Lindberg sem sneri þarna og átti þetta skot en bætir í vindinn hér aftur og Sonji neglir boltanum fram helst til langt. Og hér hrekkur boltinn af Andreu Rán.
Andrea Rán er komin aftar á völlinn, komin svona í, já, aftar á miðjuna og Aldís Kara svona komin eiginlega í stöðuna hennar fyrir aftan Thelmu. Hörku barátta hérna, þarna var Aldís Kara í baráttunni en náði ekki að koma boltanum á samherja og síðan Thelma missir boltan út af. Ekki mikill fótbolti í þessu, akkurat þessa stundina. Erfitt líka að eiga við þennan strekkingsvind sem er hérna eftir vellinum lánsum. Að keila tilbaka á Ágústu Kristinsdóttur og hún rennir boltanum á Roxanne. Roxanne neglir hérna fram en beint á Svövu. Svava með sendinguna inn í teiginn og Fanndís í dauðafæri en neglir þessu vel yfir. Já, þarna hefðum þurft að hafa orð í hans Röss í huga. Röss gamli sagði, það eina sem þú ert að hugsa þegar þú skýtur á markið er að þú setur hann aldrei undir markið. Það eina sem þú ert að hugsa er að halda boltanum niðri. Og Rakel, já, vel gert hér hjá Silvíu Rán Sigurðardóttur, dugleg þarna inn á miðjunni á Þór Káa. En þessi sending er út af og Hallbera. Thelma mjög dugleg og kemur boltanum yfir á Svövu. Svava nær að snúa og nei, þar kemur Lilý Rut Hreinsdóttir boltanum burt og þá Gíja. Hvað ætla Gíja að gera? Kemur boltanum áfram og reynir síðan sendingu inn fyrir vörnina, gengur ekki upp. Það er Guðrún Arnardóttir sem skalla frá og þá Gíja aftur en Andrea Rán heyrði boltan af henni og hér kemur Fanndís á ferðinni, reynir að stinga boltanum inn á Thelmu, gengur ekki og hér er vandræðagangur í vörninni og skoti rétt framhjá. Já, hérna sjálfséð mistök hjá Málfríði Ernu Sigurðardóttur og Klara Lindberg tekur boltan í fyrsta bara. Vel gert hjá henni en náðu ekki að hitta á markið. En hugmyndin alveg rétt. Og hér nær boltinn að skoppa og hver nær honum? Það er Rakel og síðan neglir það er Sara Miller sem neldi boltanum hann út af og Friður og Svava komin í færi og Svava með skot sem Roxanne ver í stöngina. Frábært tilþrif hjá Svövu Rós Guðmundsdóttur og þennan sá ég bara inni en Roxanne fljót niður og varði þetta í stöng. Þrumuskot. Vel gert hjá báðum og já, líkar hásbreytt þarna frá því að komast yfir. En allt annað að sjá til Blíkaliðsins núna í seinni hálfleik. Spurning hvort staðan sé eitthvað búin að breytast í hinum leikjunum. Sýnist ekki, nei. Það er óbreytt staða. Stjarnan er yfir gegn Þrótti 1-0 og kemur svolítið óvart að það skuli ekki hafa meiri forystu þar sem Þróttur er nú neðsta lið deildarinnar og hefur tapað býsna mörgum leikjum illa, en hér
Aldís Kara í baráttunni og boltinn af Ágústu Kristinsdóttur út af. Fandís kastar inn, fær boltan aftur frá Thelmu og þá það Guðrún. Þetta erfið skipting. Jæja, Svafa allan að ná boltanum, gerir það en rennur síðan, vel gert hjá Svöfu að ná boltanum. Hún rosalega fljót og dugleg, gefst ekki upp en þarna rann hún síðan bara á hausinn og þá það Keila. Andrea Rán á mótinu og Keila stingur boltanum inn fyrir en hann endar hjá Sonju Láru sem ekki minnstu vandræði með þetta og neglir síðan boltanum fram. Sjáðu sprettin á Thelmu en þetta í svona vindi að það rosalega erfitt. Auðvitað erfitt að spila á móti vindi en það líka erfitt að spila með svona mikinn vind í bakinu því að allar lengri sendingar verða gjörsamlega gagnslausar undan vindi. Það einhvern veginn bara segja þá bara oft betra að spila á móti vindinum og geta nelt boltanum upp í hann og látið hann bara stoppa. En Fandís, nær ekki að taka boltan með sér. Keila leggur boltan tilbaka og Gíu en sendingin hjá henni í horni misheppnuð og það Blikar sem eiga boltan. Hallbera, Guðný. Ef leikinni fara svona þá þetta nú nánast komið hjá Blikunum, þá verða þeir 3 stigum fyrir ofan Stjörnuna og með betri markamun sem nemur 19 mörkum fyrir loka umferðina. Þannig að það myndi nú þurfa eitthvað rosalegt til að það minnstu af titlinum en hér sparkar Roxanne boltanum fram og Hallbera, Fandís og Hallbera hérna aftur í baráttunni og Karen Nóadóttir fyrir liðið Þórsara setur boltan út af. Aldís Kara, það svona vantar stundum hörkuna í hana, baráttuna að lipur með boltan en vinnur ekki marga tæklingar. Hér Svafa aftur á móti, hún ákveðin. Keiri hérna í gegnum 2 varnarmenn og með sendinguna út í teiginn og þetta mark Fandís Friðriksdóttir með 19. markinu sínu í sumar, kemur Blikum yfir á 62. mínútu. Fandís Friðriksdóttir með 19. markinu sínu. Þetta var mjög svipað á áðan þegar Svafa komst líka svona upp að endamörkum nánast hægra megin með sendinguna út í teiginn. Þá tók Fandís og hamraði boltan vel yfir. Núna heldur hún honum niðri og smýr hann alveg út við stöng. Vel gert hjá Fandísi og hér beint fyrir framan mig stuðningsmaður í treyju nr. 23 með Fandísi á bakkinu. Hleypur yfir með fána, flottur í stúkunni. Fandís á sína aðdáendur og þetta ætti nú að taka hrollinn úr Blikunum. Fandís Friðriksdóttir, syngjaðir Blikarnir í stúkunni. En þetta var frábær sprettur hjá Svövu. Fín sending og Fandís með flotta afgreiðslu. Þá Keila með sendinguna inn á teiginn og Málfríður eitthvað í vafa hann og hvað hann ætti að gera við boltan. Og hér skallar hún frá síðan og Þór Káa í nokkuð þungri sókn hérna. En boltinn rekkur síðan af Silvíu Ránu út af og það
Hér var það Ágústa Kristinsdóttir sem skallaði boltan út af Telma og Ágústa fer í bakið á henni, aukaspyrna. Telma Þrastardóttir skoraði fyrra markið með glæsilegu skoti fyrir Blika, jafnaði og síðan Fanndís kom þeim yfir núna rétt á hann og nú lítur þetta miklu betur út fyrir Blika. Og þá Svava settur í gang eina ferð með sendinguna fyrir en beint í fangið á Roxanne og Svava Rós Guðmundsdóttir búin að vera eitt besti leikmaður Blika hérna í dag. Hún skapar hættu þarna á kantinum, gerir það svo sannarlega. Hér er það Sara Miller fyrir Þór Káa með innkastið. Hallbera, Sara aftur og hver nær boltanum hérna? Það var Andrea Rán og síðan Hallbera með innkast. Kayla June Grimsley þarna út á kantinu, fær boltan aftur, hefur svona aðeins dregið af henni því sem hefur líðið á leikinn og hér að Svava Rán Andrea Rán segi ég en sendingin misheppnuð og sjá hvað Telma er dugleg, atast þarna í Roxanne en vantaði hjálp í pressunni, hefði mátt hjálp henni betur félagarnir hennar. Fanndís með sendinguna á Rakel og Rakel yfir á Svövu, nei, þetta er, já, Svava nær alltaf boltanum einhvern veginn, maður reiknaði ekki með því og hér kemur hún með sendingu fyrir með vinstri og þá Rakel og Fanndís, nú hittir hún bara ekki boltan og þá Andrea Rán með sendinguna á Rakel og hér Svava með sendinguna fyrir og þarna munaði ekki miklu. Það var Aldís Kara Lúðvíksdóttir sem stakk sér þarna inn en náði ekki boltanum aðeins, sendingin aðeins of vinalega. En fín hugsun og eina ferðin enn var það Svava Rós á hægri kantinum sem bjóð til hættu. Að vera mjög góð í leiknum og sömuleiðis eiginlega Telma Þrastar eða Hjaltalín þarna frammi. Hún er síhlaupandi, pressar og er rosalega dugleg. Skoraði líka stórfallegt mark og Andrea Rán vinnur boltan hérna og Kara þá Fanndís tilbaka á Andreu. Nú geta Blika leyft sér að halda boltanum svolítið. Þær eru komnar yfir, geta alveg leyft sér að halda boltanum og teima þær aðeins fram á völlinn. En hér er það Lára Einarsdóttir með sendinguna fram völlinn og beint á Guðrún og Arnardóttur. Guðrún bara tilbaka á Sonju Láru og þá Valfríður. Og Aldís Kara fær boltan aftur og fær núna aukaspyrnu. Hann er svo Þorvaldur verður bara leiður á þessu. Og Svava leikur hérna fyrir aftan en boltinn kemur nú ekki til hennar. Og þá er það
Sandra María Jessen en boltinn út af. Mikil stemning hjá Blikum hérna í stúkunni. Eins og staðan núna tryggjaði sér Íslandsmeistaratitilinn. En það nú ennþá rúma 20 mínútur eftir og allt og snemmt að afskrifa heimaliðið og hér reyndar Guðrún Arnardóttir neglir boltanum fram. Ja, nei, það Málfríður Erna og snirtilega gert hjá Söndru Maríu. Kemur boltan út á kantinn en sjáum við þessa vörn. Þetta Rakel og fyrirliði með sendinguna fram og sem fyrr Thelma Hjaltalín hleypur og hleypur. Roxanne kemur boltanum aftur hérna út á Lili Rudd. Lili, nei, þessi sending út af. Þessi út af, það eru Blikarnir sem eiga innkastið. Það Hildur Sif Hauksdóttir sem leysti Fjólusjala af. Og laglega gert hjá Andreu Rán, hvernig tók boltan niður og kemur honum yfir á Svövu. Aldís Kara þarna í hlaupinu út í hornið, Svava fyrir inn á miðjuna í staðinn með sendinguna. Fallega spilað hjá Blikum og Thelma í færinu en Roxanne gerir þetta vel. Þetta var gott spil hjá Blikum og Svava með flott hlaup, sendinguna á Fandísi og hún laumaði boltanum síðan á Thelmu Hjaltalín. En vel gert hjá Roxanne að sjá við þeim. Hrafnbera með sendinguna fram en það var Málfríður og Fandís og Aldís Kara með fína sendingu tilbaka á fyrirliðan Rakel Hönnudóttur og hún með þetta skot en beint á Roxanne. Og núna allt í einu bara hafa Blikarnir yfirburði. Virka miklu sterkari þessa stundina. Hverjir hafa betur hér? Það eru Blikarnir. Já. Það Andrea Rán búin að vera mjög sterk hérna í seinni hálfleik og gefur nákvæmlega ekkert eftir. Frekar en hún ætti svo sem að gera. Hún á ekkert að vera að gefa eftir hérna og sjá hvort getum séð fundið stöðuna í öðrum leikjum núna. Virðist vera óbreytt. Já, Stjarnan yfir gegn Þrótti ennþá 1-0 allavega samkvæmt því sem ég sé hérna. Og hér Rakel allt og langa sendingu fram og Roxanne tekur þetta bara í rólegheitum. Og sparkar upp í vindinn og hver hefur betur hér? Það Rakel sem kemur boltanum tilbaka á Málfríði og hún með misheppnaða sendingu, heldur lítill fótbolti í þessa stundina. Og mér sýnist vera skipting í vændum hjá Þór Káa. Já, það rétt. Annar Rakel Pétursdóttir að koma inn á sýnist mér og út af fer Ágústa Kristinsdóttir. Þá breyting á liði Þór Káa og takir með leikmaður nr. 20 Ágústa Kristinsdóttir og inn í hennar stað leikmaður nr. 9 Anna Rakel Pétursdóttir. Anna Rakel, hún kemur hérna inn á. Unglinga landsliðsmanneskja, ef ég maður rétt, kemur inn á miðjuna.
þá sýnist mér Silvía Rán Sigurðardóttir fara í vörnina í staðinn. Sýnist það vera skiptingin eða taktíska breytingin hjá þeim. En já. Og já, Anna Rakel Pétursdóttir komin inn á. Kottung, hún ekki nema 16 ára ef ég maður rétt. Í unglingalandsliðinu sem spilaði í Evrópukeppni á dögunum í riðlinu sem spilaði var í Reykjavík og eða fyrir sunnan. Þetta ekki bara í Reykjavík, þetta var Evrópukeppni 18 ára og yngri sem var spiluð fyrir sunnan. Íslenska liðið reið nú ekki feitum hesti svo sem frá sínum viðureignum þar, enda við stærstu lið Evrópu að etja þar, til dæmis Þjóðverja. En þar var Anna Rakel á meðal leikmanna. En hér það Hallbera tekur hérna eitt snúning og fær innkastið. Nú ekki nema korter eftir. Korter í Íslandsmeistaratitilinn hjá Blikum. Hallbera með skot en beint á Roxanne sem kemur boltanum í leik og Guðrún þarna mjög ákveðin, fór svolítið í baki fannst mér nú á stægnum, en komst upp með það. Þá Sonny Lára og með sendinguna út á Hildi Sif. Hildur tilbaka á Guðrúnu. Hildur aftur og Guðrún með langa sendingu fram. Svafa í baráttunni og ég hefði nú þess vegna trúað henni til að elta þetta, en það hún sleppti í. Þá var það Silvía Rán, Silvía komin hana aftur í miðvörðin þar sem hún spilaði þá við hliðina á Lilí Rudd. Og hér aukaspyrna á Blika. Silvía tekur aukaspyrna og Hallbera nær að skalla þetta frá Van Dís og Telma leggur af stað. Telma, nei, þetta gerir Lilí Rudd vel. Orðin gríðarlega sterk. Það nú fróðlegt að vita hvort hún geti eins og pappinnar spilað hvort heldur í vörn eða sókn. Og fín sending hér en Guðrún Arnar sá við þessu. En það eru ekki hættar heimastelpur, skotið hér að vísu slaft og beint á Sonny Láru sem á ekki vandræði með þetta. Og það styttist í að Blikar geti fagnað fyrsta Íslandsmeistaratitlinum í áratug. Og búin að bíða lengi þetta stórveldi. Þetta stórveldi Breiðabliks.
Blikar hafa 15 sinnum orðið Íslandsmeistarar og geta núna unnið þann 16. titilinn og Telma hér í ákjósanlegu færi til að gulltryggja þetta. En Roxanne varði frá henni. Já, Roxanne búin að verja núna vel nokkrum sinnum, sérstaklega áðan frá Svövu. Hún varði skoti í stöng og svo var þetta vel gert hjá henni núna. En Blikar að herða tökin á leiknum. Van Dies, já, vel gert hjá henni. Rakel með skiptinguna yfir á Svövu sem, já, þetta var allt og löng sending. Og Svava meira að segja hætti að elta, sem hún gerir nú sjaldan. Og þá Roxanne með spilna. Rakel skallar þetta fram og nei, það reyndar var þetta Aldís Kara, dæmt aukaspyrna á hana fyrir bakhrendingu og nú eru 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. 10 mínútur þar til Blikar geta fagnað 16. Íslandsmeistaratitlinu, þeim fyrsta í heilan áratug. Og Van Dies og Svava. Nei. Ég veit ekki hvort hún ætlaði að gefa á sjálfa sig eða hvað. Hún vön í að vera á þessum slóðum. Þarna vantaði Blika. Og Roxanne kemur boltanum í leika en beint á Van Diesi. Van Dies, já. Og Rakel, ekkert dæmt. Van Dies aftur, já, með fína sendingu á Aldísi Köru. Aldís yfir á Telmu. Telma, Svava og Svava með sendinguna fyrir en ég veit ekki hvort þetta var misheppnuð sending eða hálfslaft skot en boltinn lag bara rétt fram hjá fjærstönginni. En það eru Blikar ráða algjörlega gangi leiksins núna og eru mun nær því að bæta við þriðja markinu heldur en leiknir Þórs K.A. að jafna. Og Andrea Rán, laglega gert hjá henni. Hvert ætlar hún? Heldur bara áfram. Og þá Aldís Kara. Þetta eru Lípra-stelpur sem geta haldið boltanum. Andrea aftur. Og Hallbera með hálf misheppnaða sendingu en Van Dies, jæja. Boltinn hefur farið á Telmu og það Þór K.A. sem á innkastið. Karen nú þarna í baráttunni en þá Aldís Kara með sendinguna á Van Diesi. Van Dies út í teginn en þarna vantaði hlaup en þær halda boltanum og hér það Svava og hún fær hornið. Jájá, Blikarnir eru miklu hættulegri og þær sjá nánast titilinn. Þetta að gerast hjá þeim. Og já, Selfoss komið í 5-1 gegn KR og hér stór hætta upp við mark Þórs K.A. en það ná að koma þessu frá í bili allavega. Hér það Hildur Sif Hauksdóttir og Andrea Rán. Andrea með langa sendingu reynir að finna Svövu væntanlega þarna og það tekst og Svava með sendinguna fyrir, nei, aftur fyrir. Aldrei svo vant, kom ekki góð sending frá henni fyrir markið
Þetta er mikil og góð stemming hjá stuðningsmönnum Breiðabliks í stúkunni. Gaman fyrir þá að koma hingað norður og sjá sína stelpur tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Og Andrea Mist Pálsdóttir kemur inn á hér fyrir Láru Einarsdóttur í liði Þórs K.A. Og hvað gerist hér? Telma þarna í baráttunni en hún er sterk. Lilý Rut Hlynsdóttir hirti boltann þarna af henni. Og hér er Keila. Og Keila hafði dregið verulega af henni í seinni hálfleik. Hún virðist ekki vera í rosalega góðu úthaldi. Það er sjá, hér allavega sendingi inn á teiginn og Sonny Lára kemur út og grípur boltan. Vel gert hjá Sonny. Drepur þetta bara í fæðingu. Andrea Mist Pálsdóttir nýkomin inn á með þessa sendingu inn á teiginn en Sonny Lára kom bara út og hirti boltan. Og var það Haldís Kara og fær boltan aftur. Og Roxanne neglir þessu hérna upp í loftið, Fandís. En Sara Miller tekur boltan af henni. Lára Hallbera. Fandís nennir ekki að elta þetta. Og Roxanne með markspyrna upp í vindinn og Hallbera Guðný, hún gefur ekkert eftir, er ekki vönd í. Og Fandís í baráttunni, nær ekki að taka bolta með sér og hver gerir það að lokum? Það er Keila. Sendinguna upp í hornið en þar er Málfríður Erna mætt og kemur boltan út af og sjá þessi skemmtilegu tilþrif og þetta skilar sig að vísu í snarpri sókn Blika í staðinn og það er Aldís Kara verður að snúa við. Lokuð af þarna og sendingi síðan ekki alveg nógu góð frá henni. En þetta er stórskemmtilegt að sjá Söru Miller með þessi innköst þar sem hún tekur höfustökk og neglir boltanum síðan. Við höfum nú svo sem séð þetta áður hérna í kvennaknattspyrnunni. Og Blikar núna aðeins 3 mínútum frá Íslandsmeistaratitlinum og sjáu hér stór hætta upp í mark Blika en hér kemur Sonny Lára og grípur boltan. Þetta getur gerst mjög hratt og hér er það Blikarnir í sókninni og skotið beint á Roxanne. Það var Telma eina ferðina enn. Telma aðeins að stríða þeim þarna í vörninni. Búin að vera rosalega dugleg í leiknum og skoraði sjálfsögðu fyrra mark Blikana, jöfnunarmarkið. Og það fer að styttast í breyting á liði Breiðabliks og tækjum leikmaður nummer 23, Fandís Friðriksdóttir og inn í hennar stað leikmaður nummer 25,
Ingibjörg Sigurðardóttir. Og Fanndís Friðriksdóttir fær hérna heiðursskiptingu. Gengur að vanamannabekknum og er föðmuð þar að sjálfsögðu. Þetta var mikilvægt mark. 19. deildamarkið hennar í sumar. Og það virðist ætla að færa þeim titilinn. Gulltryggjan hér á Þórsvellinum á Akureyri. Það er ekki nema hálf mínúta rétt rúm eftir að venjulegum leiktíma. Og Blikar eru hér að tryggja sér titilinn í 16. sinn, í fyrsta sinn í áratugi. En samt, hér er dauðafæri og Sonny Lára ver! Og Blikar ná að koma boltanum frá. Já, hérna. Það var Klara Lindberg hérna í dauðafæri. En Sonny Lára bjargaði þeim Blikunum. Og það eru ekki hættar. Norðanstelpur kemur sendingi fyrir yfir á fjarstöngina. Skallega marki en Sonny Lára grípur þetta. Sandra María Jessen með hennar skalla. Og Sonny með tvær góðar vörslur hérna í lokin. Nær að koma í veg fyrir að Þór Káa jafni þetta. En það munaði nú ekkert miklu. Og hér koma leikmenn Þórs Káa aftur. En þessi sending gengur ekki upp en það er búið að dæma aukaspyrnu á Blika. Þorsteinn Halldórsson þjálfari kominn að reka sína stelpur aftur. Öskra á þær að fylgja sínum leikmönnum inn. Og nú leggja Norðanstelpur allt í síðustu sóknina. Hásending frá Lilji Rut Linsdóttur inn á teginn. Blikar ná að koma þessu frá í bili allavega. Karen Óadóttir með sendinguna inn á teginn. Og enn komaður boltanum frá Blikarnir. Og þá Lilji Rut, laglega gert hjá henni, með sendinguna inn á teginn. Sonny Lára kemur út úr teignum, missir á boltanum en hann á að koma þessu frá. Og boltinn hefur farið aftur fyrir og það er markspyrna. Klara Lindberg var þarna í baráttunni, náði að skalla boltan í átt að markinu en boltinn fór aftur fyrir. Og það er komnar 2 mínútur fram yfir venjulegan leiktíma og það er bara spurningin hvenær dómarinn Þorvaldur Árnason ákveður að flauta leikinn af. Hann hlýtur að fara að gera það. Og hér er það Ingibjörg Sigurðardóttir sem neglir boltanum í átt að marki Þórs Káa og það er markspyrna. Nú liggur Roxann á að taka hana. Nei, hér flautar hann til leiksloka. Blikar eru Íslandsmeistarar í 16. sinn. Í fyrsta sinn í heilan áratug sem Breiðablik verður Íslandsmeistari. Þetta er komið hjá þeim. Gríðarlegu fögnuður Blika að sjálfsögðu eins og vera ber. Það er